Við hittum Hilmar Eyjólfsson á Seyðisfirði sem missti bæði húsið sitt og gamla vinnustaðinn í flóðunum þar í desember 2020. Við rifjum upp skíðagöngumót skíðafélagsins í Stafdal sem framfór í fyrra. Þetta orðið bara mjög góð hreyfing fyrir miðaldra kall. Og hittum postulínurnar á Fáskrúðsfirði sem hittast og mála saman á postulín. Já, við erum góðar að þegja saman, sko. Mjög. En við byrjum á Vopnafirði, þar sem við kynnum okkur starf iðjuþjálfa sveitafélagsins. Iðjuþjálfar starfa víða á landinu, flestir á höfuðborgarsvæðinu eða í stærri byggðakjörnum, en fleiri sveitafélög ráða þá til starfa. Eitt þeirra er Vopnafjörður. Hafdís Bára Óskarsdóttir er fyrsti iðjuþjálfinn sem þar starfar. Það er mjög víðtækt. Ég vinn í rauninni á 3 starfsstöðum. Ég er vinn í leikskólanum, grunnskólanum og svo er ég líka á hjúkrunarheimilinu Sundabúð. Og það er alveg fjölbreytt það sem ég er að gera í þessu af því að ég er að vinna á þessum 3 stöðum. Byrjum aðeins á leikskólanum. Hvað gerir iðjuþjálfi á leikskóla? Iðjuþjálfi á leikskóla þá er ég aðalega að vinna með börnum sem eru einhvern þínhreyfivanda aðalega. Og þurfa jafnvel líka jafnvel bara að vinna með munnörfun og þess þáttar. Og svo getur það líka verið vinna með skriffærni, styrk, að efla styrk í höndum og svona ýmislegt. Hver sinnti þessu starfi áður eða var þessu sinnt á leikskólum? Ekki hér allana. Ég er rauninni svolítið frumkvöðull hér á þessu svæði með að koma sem iðjuþjálfi, fyrsti iðjuþjálfuna á þessu svæði og það hefur verið, mjög skemmtilegt og fjölbreytt og krefjandi frumkvöðlastarf. En mér hefur verið bara vel tekið. Förum aðeins yfir í grunnskólan, við erum einmitt hérna í grunnskólanum. Hvernig er starfið þínu háttað hér? Það snýst aðalega að ég er að vinna með sálfélagslega þætti, samskipti, félagsfærni og allt í það að fara inn í tíma og vinna með krökkunum þar, að skipuleggja, setja sjónrænt skipulag fram fyrir þau eða vinna með deildarstjóra sérkennslu og öðrum kennurum að búa til sérhæft skipulag fyrir þá nemendur sem þurfa á því að halda. Þannig að þið eru svolítið að þétta net, sérfræðinga í kringum hvert barn eða hvað? Já, það er þannig og þá náum við líka miklu bara heildrænna og víðtækara yfir þau börn sem þurfa eflingu og betri þjónustu. Færum okkur svo yfir í eldri hópinn. Er það allt öðruvís og frábrugðið starf sem þar fer fram? Já, hún er svolítið fjölbreyttari. Það hefur sína kosta galla að vera á mörgum stöðum. Þar reyndi ég á tímabili og ef ég geta að vera með svolítið einstaklingsmiða þjónustu þegar þarf. En ég ákvað að fara með svo meira yfir að vera með hópastarf og minningavinnu. Og þar förum við alveg í ýmislegt eins og það bara að fara í hugarleikfimi, í bara venjulega leikfimi, í að bara efla okkur sjálf, koma fram líka sem einstaklingar. Oft er þetta fólk sem er nú oft hlédrægt og á það til að frekadræða sig í hlé heldur en að koma fram. En það er ofboðslega gaman að sjá þessi einstaklinga akkurat blómstra þegar maður er bara búin að ná inn í kjarna þeirra, sko. Þannig að það er aldrei of seint að læra að koma fram og læra að takast á við sjálfan sig? Aldrei. En svo er ég náttúrulega líka rosalega mikið að sækja hjálpatæki, bæði fyrir börn og fullorðna. Segðu mér aðeins frá því, hvernig fer það fram? Iðulega náttúrulega þá fer ég eins og til dæmis niður á Sundabúð, þá náttúrulega metum við náttúrulega bara þörfina eftir því hvernig færni einstaklingsins er. Allt frá því að
þá fer ég jafnvel inn til viðkomandi og met hans stöðu heima fyrir, hvort að viðkomandi sé orðin svolítið valtur eða óryggur heima, og þá náttúrulega mæli ég eins og til dæmis bara að sækjum göngugrind eða jafnvel hjólastól í kjölfarið og svoleiðis. Mín kynni af iðjuþjálfum eru þau að þeir eru mjög lausnamiðuð. Hvaðan kemur það? Það er náttúrulega bara námið alveg í heild sinni. Það er mjög mikið lagt uppi það í náminu okkur að við séum skjólstæðingsmiðuð og við séum lausnamiðuð. Og þetta er alveg frábært starf hvað það varðar. Að þetta snýst að akkurat að finna lausnir en ekki vandamál. Það er alveg þannig. Hafdís Bára segir iðjuþjálfa vera mikilvæga stétt þegar kemur að forvörnum, ekki síður en endurhæfingu. Hún hefur í starfi sínu á Vopnafirði innleitt hugmyndafræði sem byggir á meðferð með hestum sem hún segir geta gjörbreytt lífi fólks, ekki síst barna. Já, ég fekk rosa skemmtilegt tækifæri hérna í skólanum í fyrra. Það hefur alltaf blundað í mér mjög lengi að vinna með fólki og hestum. Og ég byrjaði eiginlega bara strax í framhaldsskóla þegar ég var í verkmenntaskólanum Akureyri að feta þessa braut svona smátt og smátt og það er enn í mótun. En ég fekk það tækifæri að akkurat að taka eitt skjólstæðing með mér heim og vinna með hans sálfélagslega þætti og hestana mína og við flettum því svolítið saman. Og það skemmtilegasta í þessu öllu er að það eru rauninni hestarnir sem eru miklu meira fagaðalarnir í þessu heldur en okkur tíma en ég endilega. Ég er meira bara svolítið svona lykillinn í þeirri nálgun og svona pínu hjálpatól. Og hestarnir eru náttúrulega stórkostlegir og ég sé það náttúrulega bara alltaf meira og meir þegar maður bara fyrir að, eins og maður segir, skoða sjálfan sig betur og hvernig hestarnir hafa komið fram og hvernig maður sjálfur hefur kannski komið fram. Að þeir ljú ekkert að þér og þeir segja þeir bara allan sannleikann gagnvart þér og við erum rosalega mikið að vinna með til dæmis ef einstaklingur á vanda með traust til dæmis og mikið hefur verið að vinna með þetta að byggja upp traust gagnvart á sjálfum sér, gagnvart öðrum og þetta náttúrulega þessi hugmyndafræði byggir á þetta er equine assisted psychotherapy sem er einu svona sálfræði meðferðir með hestum en ég vil meira segja þessi svona sálgæslu meðferðir með hestum af því það er ekkit endilega bara sálfræðingar sem hafa verið að nota þetta heldur líka geðlæknar og bara aðri heilbrigðisstarfsmenn og og mér finnst þetta mjög skemmtileg nálgun því að þú nærið ekkit að ljúga hestunum neitt. Hafdís Bára segir alla þjálfun snúast að átta sig á að ef ein aðferð virkar ekki, þá finnur maður aðra leið að markmiðinu. Það er svo dásamt að sjá hvernig viðkomandi hefur bara blómstrað meira og bara opna sig málefni sem átt erfitt með að tjá sig með að byggja upp traust og eflast bara svo mikið sem einstaklingur. Hilmar Eyjólfsson íbúi á Seyðisfirði misti bæði húsið sitt og gamla vinnustæðin í skriðunum sem féllu á Seyðisfjörð í desember 2020. Þrátt fyrir það segist hann hvergi annars staðar vilja búa, enda heimili meira en hús í hans huga, því þau má nefnilega endurbyggja. Við hittum Hilmar við rústir húsana þar sem hann byrjar á að rifja upp sögur tengdar staðnum og hvernig það kom til að hann valdi Seyðisfjörð sem sitt heimili, en sú saga hefst á síldarárunum. Ég og kona mín Erna, við komum hérna og ætlum að vera hérna í 2 mánuði, gerðum það oft á sumrin, að fara svona eitthvað svona til að ganna okkar, svona til að breyta umhverfi og hafa gaman. En það var nú heldur betur. Það er orðin dálítið langir 2 mánuður. Hér ertu enn? Hér er ég enn á. Já. Vélsmiðja Jóhanns Hanssonar var stofnuð 1907 en var síðar vélsmiðja Seyðisfjarðar. Lengst af voru bátar smíðar úti og 1967 hóf vélsmiðjan að smíða stálskip og 1974 var reist stálskemma undir smíðarnar. Starfsemin laðist af 1993 og eftir það var tæknivinasafn sett upp í eldrahúsinu. En hérna var skipasmíði?
Já, hérna smíðuðum við. Ég held að það hafi verið í allt 32 skip, ég er þó ekki alveg viss það. Yfir 30 voru þau, með litlu bátum sem voru þarna líka inni. Já. Og hérna sjáum við græjur, hérna tóku menn bát upp og klippti í sundur, segðu okkur að frá þessu. Já, hérna var sko, hérna voru bæði Hoffellið og Björgin lengdar. Og ég man eftir því að í sambandi við þetta þá voru menn alltaf mikið að spekla við því hvernig Stefán ætlaði nú að ná bátunum í sundur, sko. Já, það var mikið spekla við því. Stefán var búinn að hugsa þetta allt út og hann skar bara slippinn í sundur og hífði svo efri partinn bara upp. Og þessi bátar voru lengdir báðir 4 metra. Þetta var oft kalsa vinna hérna, þetta var allt úti vinna, sko. Hérna, þetta var oft. Og hérna voru reyndu fyrstu bátarnir, litlu bátarnir, þeir voru smíðaði hérna líka. Hilmar segir vinnustæðin hafi verið feikna öflugan og þar hafi unnið milli 50 til 60 manns þegar mest lét. Ég segi nú fyrir mitt leyti, sko, að ég féll afskaplega vel inn í þetta kram hérna. Þetta var alveg úrvalsmannskapi hérna og það er náttúrulega ekki að spyrja því með Stefán, sko, hann var alveg sérstakur maður, sko. En þetta var nú svona, en mikill var nú munurinn samt þegar við færðum okkur inn í skemmuna. Þá hérna urðum við nú stundum að slappa af, sko, þegar að veðrið var verst. Já. En núna er ásýndin töluvert breytt og hérna rétt hjá stóð líka húsið þitt. Já, það er þarna. Já, það er ekki þarna, það er bara Moldarhaugur. Það er ekki neitt eftir að því, sko. Hvernig er það nú að horfa hérna yfir gamla vinnustaðinn og þar sem húsið stóð í dag? Það er bara ömurlegt. Það er alveg ömurlegt að horfa á þetta. Það er ekki neitt orðið við það. En var eitthvað, Hilmar, sem að bjargaðist í húsinu? Já, mér? Já. Það var nú eitthvað sem að þið fundu þarna þegar þið voru að grafa það, en allt svona smádót. Það voru, skal ég segja, svona bækur og myndir. Það komu þarna myndir. En hvar varstu þegar að skriðan féll, þessi stóra hérna? Ég var þá þarna inni, ég var á leiðin út í Dagsbrún. Ég fór nú þangað á hverjum degi svona til að kíkja inn að því alltaf getur farið vassur eða eitthvað. Og við vorum á leiðinni, ég og Halli Már, við vorum að fara hérna og ef það hefði gengið fyrir það þá hefði ég verið inni, sko, og Halli Már sitið í bílnum fyrir neðan. Svoleiðis að við værum eitthvað staðar hérna í högnum. Það munaði litlu, hvað? Já, svona er þetta, og það voru fleiri en við sem vorum heppni, sko. Það er einhverjir verndarenglar verið hérna á svæðinu? Já, það er alveg klárt mál. Því það er alveg með ólíkindum að það skyldi ekki einu sinni verða slys, hvað þá höldum mannslát, sko. Það verður að teljast alveg stórmerkilegt, sko. Hvað er það sem er mikilvægast að huga að í svona uppbyggingu? Já, það er til dæmis fyrst og fremst atvinnu, eitthvað sem er atvinnu skapandi, sko. Það er það sem maður þarf að ske, sko. Því það auðvitað flytur enginn hingað ef það er enginn atvinna. Það er alveg klárt mál, sko. En Hilmar, þótt að húsið sé farið núna á gamli vinnustaðurinn, þú ert ekki að hugsa þér, þú ert ekki að neinu faraldsfæti, þú ætlar að vera hér? Já,
Ég ekki að fara héðan. Mér hefur liðið vel hérna síðan ég kom hingað og ég held að ég verði hérna bara þangað til að maður hverfur undir torfuna. Ég hef ekki neinn hug á því að fara hérna. Hvað það við Seyðisfjörðinn sem svona ofboðslega aðlaðandi? Náum við því í einhver orð? Já, það bara staðurinn sjálfur, sko. Og hérna þetta var svo gott samfélag. Hérna á Seyðisfirði. Og ég náttúrulega heppinn líka, sko, að lenda á þessu vinnustað, því hann var fínn. Mjög góður. Og það breytir ekkert samfélaginu þó að falli hér skrið að samfélagið áfram gott? Já, og það verður lagað. Sko, þessi hús sem að fóru og þetta, það eiginlega skiptir engu máli, það verður endurnýjað. En það aftur, við vorum svo heppin að það var ekkert mannslíf. Það finnst mér vera aðalatriði, sko. Í byrjun maí stóð skíðafélagið í Stafdal í fyrsta skipti fyrir skíðagöngumóti á sameiginlegu skíðasvæði Múlaþings í Stafdal. Gangan var síðasta gangan í Íslandsgöngunni, mótaröð skíðasambandsins og var keppt í 30 km, 15 km og 5 km göngu í troðinni braut á Fjarðarheiðinni. Í 30 km göngunni bar Sigurbjörn Þorgeirsson sigur úr býtum og Diljá Helgadóttir í kvennaflokki. Þetta gekk bara ljómandi vel. Það var bara skemmtileg braut og stemning í spórinu. Var þetta hörð keppni? Ég veit ekki, leit aldrei aftur fyrir mig. Það var bara beint áfram. Þetta var bara mjög fínt. Það var svona þéttur pakki til að byrja með, en síðan skárum við okkur tveir frá og vorum tveir félagarnir sem æfum mikið saman. Ég og Helgirinn. Og við vorum bara saman allt tíman. Miðað við hérna að við erum í maí, þá vorum við mjög heppin með brautina. Hún var ekki svona slössuð eins og maður segir. Þannig að sem oft svona, það var ekki vorfæri, það var gott staðafæri og hún var mjög flott. Mikið landslæginu og skemmtileg. Í 15 km göngunni var heimamaðurinn Hjálmar Jóelsson fyrstur en hann stendur á áttræðu og er gamalreyndur í skíðamennskunni. Kempan Ívar Ingimarsson var á svæðinu líka og tók að sjálfsögðu þátt. Þetta gekk bara ljómandi vel miðað við mig. Ég bætti metið mitt, þannig að enda taka þátt í keppni í fyrsta skipti. Og fór 15 km og þetta var bara rosalega gaman. Mjög erfitt, en rosalega gaman. Ertu vanur skíðamaður? Ég get nú ekki sagt það. Ég byrjaði að pröfa gönguskíði fyrra og var búinn að pröfa að fara 5 km fyrir daginn í dag, þannig að þetta var þreföldun. Þannig að ég var bara mjög sáttur að komast í mark. En það nú líka hluti af þessu, bara að taka þátt og vera með, sko. Þetta tekur alveg helling á, sko. Og góð hreyfing líka. Þetta er ekki sömu höggin eins og í gegnum hnén og svona. Þannig að þetta eru svona mýkri hreyfingar. Þannig að þetta er orðið bara mjög góð hreyfing fyrir miðaldra kall. Þannig að þú nota kannski aðeins aðra vöðva heldur en í fótboltanum? Pínlítið aðra. Ég held ég verði örugglega með harðsperrur á einhverjum 9 stöðum eftir þetta. En eins og ég segi, þetta var bara rosa gaman og gaman að sé verið að starta svona og bara mikilvægt að halda þetta reglulega. Og ég á nú alveg eftir að sjá það að þetta áttur að stækka hratt því að þetta er alveg geggjað svæði þetta. Frábært svæði, Fjarðarheiðin öll náttúrulega undir og frábæra leiðir og svo bara virkilega vel að þessu staði hjá þeim. Þannig að mér sýnist allir sem er að taka þátt núna séu bara yfir sig ánægðir og þeir munu örugglega koma aftur með +3 með sér næsta ári. Já, það eru þátttakendur í öllu landinu og ansi margir austan líka. Ólafsfirðingar komu sterkir inn og keppendur frá Akureyri og Reykjavík. En í 30 km göngunni er keppt í aldursflokkum. Sem sagt 17 til 34 ára og svo, já, elsti aldursflokkurinn 60 plus. Veistu hvað margir þið tóku þátt í dag? Það voru eitthvað milli 50 og 60 manns. Það var lögð 10 km braut í dag með snjótróðara og það eru 2 spor. Þannig að það er auðvelt að taka fram úr og svo leiðis. Og svo voru 5 km hringir líka fyrir þá sem fóru styttri vegalengdir.
Þú tókst þátt sjálf, hvernig gekk? Það gekk bara þrus vel, ég hef nú aldrei labbað svona langt, en ég fór 30 og það er bara mjög gaman. Hvað er svona áhugavert við gönguskíði? Þetta er náttúrulega alveg frábær hreyfing, mjög góð líkamsrækt og svo er maður náttúrulega bara úti í góða veðrinu. Það var rosa gott veður í morgun og er náttúrulega rosa gott veður núna, þetta muggi aðeins niður sko. Við ætlum að halda áfram að byggja þetta upp hérna með námskeiðahaldi og svo þessu móti sem verður svona lokamót vetrarins og við vonumst til þess að byggja þetta upp og hér verði í framtíðinni og næstu árin bara fjöldi fólks og rosa stuð á síðasta gönguskíðamóti vetrarins. Þetta verður lokahóf verður hér og hér verður bara lokaslútið. Er ekki nokkuð öruggt með snjó á þessu svæði hérna? Jú, ef við getum ekki verið hér í Stafdal þá förum við bara upp á heiði og það er garanteraður snjór hér langt fram í júní sko. Þannig að 1. maí-ganga verður aldrei neitt mál hér á svæðinu. Í gamla skólanum á Fáskrúðsfirði gerumst við boðflennur á hittingi hjá postulínum, hóp hressra kvenna sem mála saman í góðum félagsskap. Það er kannski ekki hver sem fær að koma að heimsækja postulínunar. Nei, við bara erum svolítið prívat sko. Já. Hvernig byrjaði þessi hópur? Við byrjuðum náttúrulega bara fyrir löngu síðan konur sem bjuggu hérna á staðnum og höfðu áhuga á þessu og höfðu séð þetta og málun og drifi að fá bara leiðbeinanda. Fengum fyrst leiðbeinanda sem heitir Kolfinna og nú svona hætt fyrir löngu. Og tók sér til hópur kvenna sem keypti bara brennsluofn og fór að mála saman með því að fá leiðbeinanda til að byrja með og svona. Svo hittust þau bara mörg ár og þetta var bara svona skemmtilegt viðfangsefni og fundi þetta bara til að hafa gaman og var starfandi bara á veturna og hittust alltaf einu sinni 2 í viku og máluðu. Talið þið mikið saman þegar þið eruð að mála eða er svona þögn, er svona öll gangur á því? Það er oft mjög lítið talað. Við gleymum okkur svoleiðis í þessu og maður kannski fattar allt í einu að maður er búinn að bara þegja kannski hálftíma sko, nema þá bara kannski tala um einhverja liti, hvað á að nota næst og eitthvað. Já. Ertu með einhver framtíðarplön fyrir þennan lampa? Nei, ég bara átti lampar sem ég hafði málað, ég man ekki 1900 og eitthvað þegar hún var hérna á Kolfinn sem var að kenna. Ég man ekki hvað ár það var, munið þið það stúlkur? Það er langt síðan. Já, það er svo langt síðan. Svo brotnaði lampinn og þannig að svo bara keypti ég þennan og semst það er búið að bíða svo mörg ár. Það var mála svo ég dreif mér nú loksins í þetta. Já, hvernig líst þér á? Gengur þetta vel? Já, þetta bara. Ég held að þetta væri bara allt í fína lagi. Ég er góða kennara. Já. Hvað er skemmtilegt að mæta hérna? Já, mjög svo. Mjög skemmtilegt. Gefur manni mikið. Það verður gott að fá lampan aftur. Já, það verður gott. Hvað ert þú að mála, Jóna? Herðu, ég er allir jólakonunum bara. Það er samt sko apríl. Já, ég er búin að mála jólakonunum í vetur sem ég ætla að gefa næstu jól. Já, þú ert svona skipulögð. Já, það má segja það. Má ég að sjá könnuna þína? Hvaða jólasveinn er þetta? Ég veit það nú ekki alveg. Hann er allavega að senda bréf. Ég veit ekki, það er spurning. Ætla hann sé ekki bara að senda einhverju snót. Herru, segðu mér aðeins frá þessum bakka samt. Þetta eru greinilega, er þetta allir jólasveinir? Já, þetta eru jólasveinir, allir. Ertu ekki bara búin að vippa þessu upp hérna í morgun? Nei, þakka fyrir. Þetta er búið að taka ansi langan tíma. Þessi er enda númer 2. Ég er búin að gera annan. Akkur er þetta svona lengi að þessu? Þetta er alveg hræðilega smátt. Já, ég veit, ég er bara stríðar. Þú ert rosalega þolinmóð greinilega.
Já, eins og ég segi, þetta eiginlega sálfræðitímarnir mínir, eru hér. Ég reyndar ekki búin að vera hérna nema 3 ár. Já. Ég held ég að byrja fyrir 3 árum. Og hver eru framtíðarplönin fyrir þennan disk? Hann fer til dóttur minnar. Hún verður fórnarlambið. Hafið þið alltaf aðstöðu hérna og getið geymt dótið ykkar og svona? Já, það er þetta er bara herbergi sem við fáum að vera með, bara dótið okkar í og þurfum ekki að... Og hér erum við með brennsluofnin líka í herbergi hérna inna, þannig að þetta er ægilega fín aðstæða. Já, það er mjög heimilislegt. Já, mjög. Hvernig velur maður sér viðfangsefni þegar maður er að mála postulín? Er það að leita á netinu og fá hugmyndir eða vitið þið bara alltaf hvað ykkur langar að gera? Nei, ég er nú með svolítið byrðir af postulíni og svo erum við með blöð og myndir og svo fá maður hugmynd kannski að gera eitthvað handa eins og við erum ekki að grína því að við finnum okkur fórnarlömb til þess að mála handa, sko. Já, er þetta eitthvað bjarnargreiði að mála? Ef okkur langar til þess að mála eitthvað sérstaklega, þá finnum við bara fórnarlömb til þess að þurfi ekki að fylla húsin okkar af þessu alveg. Hvað ert þú búið til? Ég er að gera hérna disk. Ertu búin að brjóta hann? Nei. Ég er brussa, ég veit það, en þetta gengur samt. Er ekki erfitt að vera að vinna með postulín ef maður er brussa? Það er stundum svolítið erfitt. Maður á það til að káfa hérna ofan í það sem maður er búin að gera og þurfa að gera það upp á nýtt og svona, en þetta gengur allt saman. Já. Þetta er greinilega mjög fínlegt og fallegt hjá þér. Þakka þér fyrir. Bara þetta er svo róandi. Þetta er eins og hún segir, sálfræðitími. Þið er alveg stórsparið á því að vera í þessum... Já, elska mig, við stórspörum á því að vera í þessum tíma. Hvað finnst þér svona skemmtilegast að gera? Bara allt. Það er alveg samkvæðar. Það er svolítið gaman að gera jólamyndirnar. Hvað gerir þér svo við alla bollana sem þú málar? Gefa það. Nei, ég á nú eitthvað sjálf. Og diska svona. Jú, ég á heilmikið orðið sjálf. Hvað ertu að vinna með núna? Þessa könnu hérna. Hún er falleg. Hvað ertu með eitthvað fórnarlamb fyrir þessa könnu? Nei, ég verð bara, ég þetta bara sjálf.